nú erum við komin á einn alveg geggjaðan. Við erum á Ford Ranger Raptor. Það hefur lengi verið beðið eftir þessum bíl hjá Brynborg og við erum komnir á hann. Við erum hérna á Nesjavallaleiðinni að prófa hann. Og það sem okkur langaði til þess að vita einna helst var það hvernig bílinn hegðaði sér á ójöfnum og svona hólóttum vegi. Vegna þess að við prófum Valtrackinn þannig og það kom í ljós að hann lét bara nokkuð vel þó að hann væri svolítið léttur aftan. Hann er bara vinnuþjörkur með við þennan. Við keyrðum sama vegarslóða og við fundum það að bílinn alveg steinlá á malarveginum og í mölinu og drullunni og það var alveg geggjað að keyra hann. Það eru sem sagt demparar allan hringinn á þessum bíl á gormum og hann er með mismunandi akstursstillingum og við prófum fyrst bara í venjulegri stillingu en svo hérna erum við með þessar aksturstillingar sem að heita bara terrain modes hérna og það er þetta að keyra hann til dæmis í sportstillingu. Þá var hann bara í afturdrifinu og þá var hann alveg rosalega sprækur og gaman að keyra hann og skipti sér þannig að þú ert eins og sért svolítið á sportara. Við erum með gras og möl og snjóstillingu og sú stilling er hægt að nota hana í fjórhjóladrifinu og svo erum við með drullu og sand sem að virkar bæði fyrir háalóðadrifið og síðan erum við hérna með aðalstillinguna sko. Það er þessi bæjastilling en það er sagt Baha eftir kappaksturskeppninni og sú stilling hún gerir bílinn bara leikvangi. Það er hægt að keyra hann á mjög miklum hraða í miklum ójöfnum og á erfiðu yfirborði eða í sandi eða hvernig þú vilt hafa það og þú getur boðið honum ansi mikið. Nú síðan erum við bara með svona stillingu eða þú ert að keyra í grýttu yfirborði og þá er ætlast til þess að bílinn sé í lágadrifinu, fjórhjóladrifinu. Og við ætlum að sýna ykkur aðeins hvernig þetta virkar ef við keyrum bílinn til þess að ef við stilla hann í sportstillinguna og tökum hérna smá rúnd. Og spurningin sko hvernig er að keyra bílinn svona. Þú veist. Þetta er alveg svíngeggjæðislega æðislega frábært að aka þessum bíl og það vantar ekki afl. Það er náttúrulega eins og í Valtrackinum. Þá eru 2 turbínur í þessum bíl. Við gerum það verkum að hann er mikið sneggri upp. Það er aldrei neitt svona turbo-lag og það er rosalega hérna með svona vél sem við erum að tala þetta er 4 litra vél sem er 200 hestöfl að þá skiptir það máli að hann sé svolítið snöggur upp og hann minni vel. Við erum að keyra í sportstillingunni núna og við finnum alveg að hann er mjög sprækur og hann skiptir sér aðeins öðruvísi. Þetta hefur, þessar stillingar, þessar aksturstillingar, þær hafa fyrst og fremst bara áhrif á hvernig hjólin vinna undir bílnum. Við erum ekki að tala fjöðruna, hún breytist ekki neitt. Við erum bara að tala hvernig bílinn sem sagt drífur og við erum að tala það líka að gírskiptingin hegðar sér líka öðruvísi eftir hvernig hún gefur inn. Bílinn er á 33 tómu dekkjum og við tókum eftir því og ef maður gefur aðeins í og leyfur hún svona fylgja línunni hérna þá er hann alveg límdur við veginn sko. Það er ekkert skrýð. Við erum að tala að hann taki hornin bara alveg frábærlega. Þú séð að ég er að keyra hérna upp þessa brekku hérna á 60 km hraða og ég er í sportstillingunni þannig að hann er bara í afturdrifinu og þú veist, þetta er unbelievable, bara alveg frábært. Og hljóðið í honum, það gefur alveg til kynna að þetta er sportari. Mér minnir að Valtrackinn sé nú ekkert mikið öðruvísi þegar þú keyrir hann en það er samt miklu meiri sportfílingur að keyra þennan bíl heldur en Valtrackinn. Enda gjörólíkir bílar ef svo má orðið komast og hugsaðir í sikkvotn hlutinni ef svo má segja. Og ég ætla að stöðva bílinn hérna og setja hann í þessa svokölluðu Baha-stillingu það sem að ef við erum að hugsa
einmitt til þeirra keppni þar sem að menn keyra bara alveg svo brjálæðingar og geta jafnvel farið á annað 100 í sand og drull og slætað og bara látið öllum illu látum. Við ætlum nú ekki að gera það, en ég ætla samt að stilla í þessa Baja-stillingu og ég ætla að setja hann í háadrifið, í fjórhjóladrifið og við tökum að stað. Ok. Það sem ég finnum strax er að hann skiptir sér öðruvísi bíllinn. Hann gefur ekkert eftir í upptakinu, það er bara keyrt. Hann verður svona eins og aðeins stinnar í stýrin eða þú veist. Já, hann er pínu eins og að sé þurfum að gefa honum aðeins meira inn, en það er sko drif núna á öllum hjólum og ef við bara tökum hann á 80 hérna við að halda línunum þá er ekkert að hann bara gjörsamlega svínliggur á veginn. Við erum að tala alveg að sé lindur hérna. Þetta er allt annað að keyra hann í þessu heldur en bara sportstellingun. Nú er hann í forvíl og þetta er bara dásamlegt í einu orði sagt. Þetta er bara hrein skemmtun að keyra þetta. Og þið heyri hljóðið í þessu. Þetta er svona það er svona smá urr. Og hann er, þú veist, skiptingin er heyrið í skiptingun. Þú veist, hann skiptir sér alveg dásamlega bíllinn. Það er svo gaman að keyra þetta. Og þú finnur ekki fyrir því að þú sért hérna vel nálægt bara, já, ég er komin hérna í 80, ég tek þessa beygju svona og hann hreyfist ekki. Já, hérna ég er. Alveg ótrúlega skemmtilegur. Sko, svo bara látum við hann hlustið á 10 gíra kassan maður, hvernig hann skiptir sér. Yes sir, sko. Það er svolítið hvasst hérna. Hann finnur nú ekki til því, það tekur smá í hérna í rokinu. En hvað er svo í þessum bíl? Umfram Wildtrakking. Það er hérna rosa flott padlock á honum og hann er með webbastómiðstöð, hann er með tengimöguleika hérna fyrir AUX-tengi, hann er með 12 volta tengi hérna báðum megin, hann er hérna með 12 volta hérna aftur í líka og þetta er alveg fyrst og fremst hugsaði bara sem ferðabíll og svona skemmtikerra ef svo má orðið komast. Já, þetta er ákaflega velbúinn bíll og til að mynda þá kemur þessi bíll á 17 tommu Dino Grey álfelgum og hann er með svona Raptor útliti. Við erum til dæmis að tala um Raptor grill og við erum að tala um leðurstýri hérna með bláum saumi sjáu þið hérna í staðan fyrir á Wildtrackinu með þetta appelsínugult og þið sjáu hérna bláa hérna sauminn hér í mælaborðinu, ákaflega huggulegt og síðan eru í honum rosalega þægileg sportsæti sem halda mjög vel að á alla vegu. Það eru rafdrifin framsæti báðum megin í bílnum og þetta stilla þau á heila 8 vegu. Nú, bíllinn er náttúrulega mikið hærri allur, það eru svona Raptor merkingar á honum, hann er allur miklu sportlegri og í þessum bíl eru Foxbro demparar og það eru þessar hérna 6 aksturstillingar. Það eru utanvega offroad fjöðrun. Það er 15 cm meiri sporvídd á þessum bíl heldur en hérna Wildtrak bílnum. Það er læsanlegt lokapalli, svokallar mountain top, dráttarbeisli, það er GAB tenging fyrir hljómtækin og leðurklætt
handbremsu handvang og það með þess að alveg handbremsa í þessu ennþá. Það er svona meiri stíll á þessum bíl heldur en hinum bílum og það náttúrulega er verið að kalla fram ákveðin hughrif. Og það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að vera með smá upplifun. Við ætlum að keyra bílinn í talsverðum ójöfnum og ófærum á Baja stillingunni og leyfa ykkur svona aðeins að fylgjast með hvernig bílinn hagar sér. Og við erum tilbúin. Eru þið tilbúin? Bara einbyttum okkur að akstrinum ef við erum að aka þessar ójöfnur hérna. Bíllinn finnur alveg fyrir þessu að við séum að fara í þessar, sjáum við að við leyfum honum alveg að finna fyrir björunni hérna og síðan þegar ekið hérna upp malar kaflana þá bara finnur hann ekki fyrir þessu. Og ef við bara snúum og tökum hérna bakaleiðina snöggt. Hann er rosalega kvikur í bakkýtnum, það er náttúrulega íslensk leiðsögukerfi og það er bakkmyndavél og allt þetta sem að fólk vill hafa í svona bíl. Og við erum komin á staðandur. Við erum alveg að finna fyrir þessu. Tökum hérna ójöfnur. Já. Bíllinn sko hreinlega límir sig við vegyfirborðið. Þessi dempun er alveg geðveik. Sérlega gaman að aka þessu. Þá höfum við það. Raftorinn er kominn frá Brynborg.